Kæru vinir, við erum samankomin hér í Víkurkirkju í dag til að kveðja og minnast hana Ragnheiðar Hundar. Við kveðjum hana í dag í trú og hún sé á góðum stað. Það sem engar sorgir er að hrjá hana, engar áhyggjur að þjaka, heldur sé hún umvafin englum og kærleikans ljósi. Við ætlum að minnast hennar í dag og fagna yfir lífi hennar. Við hefjum stundina með því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja saman. Almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpað okkur að öðlast trú og vona á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Blessa þessa stund og þær minningar sem hún er helguð. Leyfðu okkur að finna þína nálægu ást. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Hver draumur lifir aðeins eina nótt, hver aldari sem hnígur jafnan skjótt. Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt og fljótt. En þó að augnablikið aldrei fyllist skattu eiga við það mikilvægan fund. Því að þá sem þeirra burt, aldrei nær að græða grunn. Lítu sér hvert sólarlag, sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðin dag. Enginn gengur vísum að. Þú veist að tímans köldu fjötra enginn flýr, enginn frá hans löngu glímu aftur snýr. Því skattu fanga þessa stund, því fegurðin í henni býr. Lítu sér hvert sólarlag, sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðin dag. Enginn gengur vísum að. Lítu sér hvert sólarlag, sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðin dag. Enginn gengur vísum að. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til,
frá eilíf til eilíðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn. Já, eins og næturvaka, kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. Opinberunarbók Jóhannesar ritað og ég sá nýja jörð, nýjan himinn, því en fyrri jörð og hinn fyrri himinn voru horfin og hafið var ekki framar til.
Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu og sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannanna, og hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera fólk hans, og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðinn mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl framar til. Hið fyrra farið. Sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn. Ég vaknaði fyrir viku síðan, vetrarnóttin ríkti hljóð og sá þar standa lampinn brúna í bleikri þorra mánans glóð. Svo reist hann upp í einu höfuð með opinn flipar og hneggjaði hátt og tók síðan stökk með strok í augum og stefndi heim í norðurátt. Sú leið erfið, gamli garpur, þú getur ei sigrað þau reyin fjöll, þó stært sé þín bringar og fætur fimir, þín frægðar saga hún öll. Á grýttum þar sem geisar stormur, með grindar frost og hríðargóm. Ég sé hvað þú liggur klárin gaski, með klakaðan nasi og sprunginn hól. Þú snildir mig einan eftir blakkur, því enginn vinur nú dvelst mér hjá, og enginn hlustar á mitt elliraus, æsku stöðvar þar norður frá. En í mínu brjósti mín eirðarleysi eykur og magnar sína glóð, mitt úr gráa höfuð hatt ég reisi og held í norður þína slóð, og held í norður þína slóð, og held í norður þína slóð. Við heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni og ég bið þau ykkar sem treysti ykkur til að rísa á fætur. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað,
kem ég aftur og tekiðu til mín, svo að þið séu einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þið. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall og sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Amen. Þú gafst mér Jesú gleðifrið, ég gat sem barni talað við og sorgin aldrei yfir sálu mína. Tilveran var traust og hlýr, tært var loftið hvergi ský, til var lippar hrópa halleluja. Halleluja, 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 Tánin sára öldurót, eftir það mér kom nótt, bjartar vonir brugðust eins og gengur. Oft var kalt og oft var heitt, ei skildi þetta neitt, samt ég reyndi að segja halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Nú lengst við höfum langan veg, ljúfi Jesú þú og ég, þú gafst mér styrk, ég stóð í skjóli þínu. Vinir brugðust von og þrá, varstu Drottinn mér hjá, skilið mitt og skjöldur, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Þú barst mig gegnum erfið ár, öll mín græddir hjartasár. Enginn vinur sem Drottinn Jesús. Burstan fór, hann býr mér stað, brátt ég fæ að reyna það, í sölum þeim að syngja halleluja. Halleluja, 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 halleluja,
Í dag þá minnumst við Ragnheiðar Hrundar, einstaks persónuleika, náttúruafls, eins og margir hafa líkt henni við síðustu daga. Jafnvel gengið svo langt að segja að náttúruöflin blikni í samanburði við aflið sem í henni bjó. Og vitið þið hvað, kæru vinir, í dag þá ætlum við að minnast hennar með gleði. Við trúum því, eins og ég sagði áðan, að hún sé á góðum stað. Það engar áhyggjur, engin sorg, að nú líði henni vel og hún hafi öðlast hugarró. Lífið fór ekki alltaf mjúkum höndum hana. Hún reyndi þó alltaf að halda áfram. Fólki fannst skemmtilegt að vera í kringum hana og þegar þannig lá á henni, gæti nærvera hennar og orðheppni fengi alla í kringum hana til að skellihlæja. Þannig eru til af henni ótal skemmtilegar sögur og minningar. Og já, ég trúi því að við getum minnst hennar með gleði og fagnað yfir lífi hennar. Í dag það ykkar verkefni, kæru vinir og fjölskylda Ragnheiðar, að halda minningu hennar á lífi. Rifjið upp allar þessar skemmtilegu minningar sem þið eigið að henni og verið duglega að segja hvort öðru frá þeim. Þannig lifir hún áfram með ykkur. Eins og ég segi, þá hefði hún ekki vilja hafa þetta leiðilegt. Ég veit að þið getið kannski, ef þið hugsið hans og ímyndað ykkur, heyrt skelluröddin hennar segja, hvað ætlið ekki að hafa gaman? Nei, við ætlum kannski ekki að hafa gaman, en við getum minnst hennar með gleði. Ragnheiður Hrund Ársælsdóttir fæddist 1. mars 1991 í Reykjavík. Ársæll ætlaði sér að skutla Önnu Fíu á fæðingardeildina og skella sér svo að karlakvöld hjá hestamannafélaginu Fáki. En hjúkrunarkonan reif eitthvað í hann og skipaði hann að koma inn á fæðingarstofuna. Annars Fía sagði mér svo þegar hún sá Ragnheiði þá þetta verið það fallegasta sem hún hefði nokkuð tíma séð, fallegasta barn í heimi, alveg eins og pabbi sinn. Ég sita á mótið við eldhúsborðið og ég næ ekki alveg að setja þetta saman, sko. En hún var svo sannarlega fullkomin fyrir foreldrum sín. Og þau nutu þess að hafa hana uppi hjá sér, langt fram eftir aldri. Þegar Anna Fía fór aftur að vinna eftir fæðingarorlof, fór Ragnheiður til dagmömmu á Hellu og svo í leikskólan þar, áður en hún hóf skólagöngu sína í Hvolsskóla. Þegar Ragnheiður var 5 ára gömul, eignast hún lítinn bróðir, hann Jón Finn. Það var víst svolítið erfitt fyrir Ragnheiði að deila athyglinni með einhverjum. En svona var þetta bara og Ragnheiður sá reyndar alveg til þess að hún fengi þá athygli sem hún þurfti. Ragnheiður hafði ekkert sérstaklega gaman að því að sitja á skólabekk. Hún var fremur hlédræg fram eftir unglingsaldri og þurfti Anna Fía og Sæli að hvetja hana áfram. En það var svo fermingaraldurinn sem þessi títtnefndu náttúruöfl fór að koma í hana. Hún fór að taka sitt pláss. Hún tók vissulega pláss heima fyrir, var ótrúlega dugleg í hestunum og öllum útiverkum og heillaði fólk sem sá til hennar með vinnusemi sinni og dugnaði. Því ekki leit hún út fyrir að hafa þá burði sem hún hafði. Þegar Ragnheiður var aðeins 16 ára gömul, fór hún út til lítillar eyju í Norður-Danmörku til að vinna á hestalegu ásamt Huldu vinkonu sinni. Fyrsta daginn þá áttu þær stöllur að fara í rólegan reiðtúr með 2 hesta og svo voru nýlaðar á stað þá komu þeir á svona framkvæmdasvæði og Ragnheiður sá náttúrulega bara einn leik þarna á borðið, það var að hvetja hestinn hressilega áfram. Framhjá framkvæmdasvæðinu. Það fór frekar illa í þá sem réðu og voru hestarnir teknir af þeim og mistu þær reiðleyfið og þeim réttar blautar tuskur til að þrífa málningarslettu næstu vikunar og þið getið rétt ímyndað ykkur hvað þetta fór vel í þær vinkonur. Annars var ferðin eftirminnileg. Þeim fannst maturinn ekkert sérstaklega góður og vildu Hulda meina að uppistaðan í mataræðinu hafi verið ís. Sumarið endaði svo á að þær fóru heimsmeistaramót íslenska hestsins í Hollandi en fyrst fóru þær til Kaupmannahafnar og á strikið og eyddu þar rúmlega því sem þær áttu. En það var fátt sem Ragnheiði fannst jafn skemmtilegt og að versla sér föt. Og fannst henni mikilvægt að vera vel til höfð. Eftir grunnskólagöngu þá fór Ragnheiður í Fjölbrautaskólann Suðurlands á Selfossi. Eins og þið vitið öll þá var Ragnheiður mikill matgæðingur og nautnaseggur og var það vinkonum hennar einna eftirminnilegast
þegar hún stakk undantekningarlaust upp á því að koma eins við í pylsuvagninum áður en þau færu heim. Og þá var ekkert bara að vera að panta eina pylsu, heldur bara megnið af matseðlinum og skildi vinkonur hennar ekki hvernig í ósköpunum hún færi að því að borða svona mikið, píslinn sjálf. Ragnheiður var ótrúlega hvatvís, en gat einhvern veginn alltaf svara fyrir það sem hún gerði. Enda áttum stundum í svolítum erfiðleikum með að stoppa hugann. Það var einu sinni sem hún var í bíl með Ólöfu Söru vinkonu sinni, mögulega bara eftir eina af þessum pylsuvagnaferðum. Og þetta var svona eldri bíl sem þurfti að skrúa upp rúðuna. Ég veit að unga fólki kannast ekki við, en það var einu sinni þannig að maður þurfti að skrúa upp rúður og passa upp á að rúðurnar pessuðu í falsinn stundum, þetta voru eldri bílar. En maður Ragnheiður var eitthvað utan við þessu og skrúaði, þannig að rúðan sprakk bara yfir hennar. Og þá heyrðist, úps! Og þegar Ólöf Sara ætlaði eitthvað að fara að finna að þessu, þá var svona, ég ætlaði ekkert að gera þetta. Og þá var það bara útrætt. Já, þegar hugur okkar er á fullu, þá vill stundum til að tilmæli eiga það til að fara inn eitt eyrað og út hitt. Einu sinni sem oft var Ragnheiður að vinna við tamningar. Í þetta skipti var hann að vinna hjá Elvari Þormarssyni. Þar fékk hún mjög skýr fyrirmæli að það væri alveg stranglega bannað að binda hesta fyrir framan ákveðna stígi. Því að hrossi sem verið þeirri stígi nagaði alla tauma sem voru setti fyrir framan hann. Eitthvað skólaðist þetta til hjá Ragnheiði og þegar Elvar ætlaði að fara að skamma hana þegar hann kom með hestinum verið að naga nýjan keppnistaum, þar sem hann átti alls ekki að binda hrossið, þá svaraði Ragnheiður einfaldlega, rólegur, það er ekki eins og ég hafi verið að naga tauminn. Já, Ragnheiður kunni svo sannarlega að skemmta sér og þeim sem voru í kringum hana. Það er til ófáar sögur af henni á þjóðhátíð, hestamannamótum og fjölmörgum böllum og skemmtunum. Hún naut þess líka að ferðast innanlands og til útlanda og það er einhvern veginn þannig að flestallar skemmtilegustu minningarnar eru í tengslum við hvatvísi hennar. Í einn af fjölmörgum ferðum hennar með Ólöfu Söru hafði Ragnheiður séð að það var hægt að fara á sjókajak á Ísafirði og þar sem þær væru í næsta nágrenni var tilvalið að skella sér. Þær stöllu fengu smá lestur öryggisreglur og svo voru þær sendar af stað. Ólöf Sara skildi ekkert í það af hverju Ragnheiður var að draga svona aftur úr og virtist ekkert komast áfram. Svo hún sneri við til að sjá hvað væri eiginlega hvort einhver vandamál með kajakinn. Þegar hún kemur nær þá sér hún að Ragnheiður er bara að fara hring eftir hring og Ragnheiður kallar svo á hana, ég hef aldrei róið árabát áður. Já, hverjum öðrum en Ragnheiði hefði dottið í hug að fara á sjókajak í hávaða vindi og rigningu á nyrsta hjara veraldar. Að þess að hafa aldrei snert árar áður. Sögurnar eru ótalmargar og ég veit að ég geti örugglega staðið hérna í allan dag og sagt ykkur sögur og ég vona að sé ekki orðin þreytt á að heyra þær, að því þessar minningar eru svo dýrmætar. Ég verð þá að segja ykkur frá einni ferð sem hún fór með mömmu sinni Önnu Fíu til Danmerkur í verslunarferð á strikið. Eitthvað voru þar mæðgur orðnar þreyttar og þær settust niður á hallartröppur eða einhver svona tröppur þarna og voru að hvíla sig aðeins. Þá allt í einu rauk Ragnheiður upp og sagði, ég ætla að gá hvað hérna fyrir innan, það hlýtur að vera eitthvað safn eða eitthvað svoleiðis. Og stökk bara af stað og inn dyrnar. Nokkrum sekúndum seinna þá var hún leidd út af tveimur jakkafattaklæddum mönnum sem öskruðu eitthvað áður á dönsku. Þannig að þær bara fóruðu sér út og allt í lagi. Svo voru þær að horfa á kvöldfréttirnar þarna kvöldið og sá að þarna hefði Margrét Þórhildur Danadrottning verið að halda upp á afmælið sitt. Já, það er ekki allir sem komast í afmæli drottningarinnar, bara út af hvatvísi. Það var öllum ljóst sem umgengust Ragnheiði að hún var að glíma við erfið andleg veikindi, sem tóku mikið á og stjórnuðu stundum öllu lífi hennar. Hún fór á Laugarás meðferðargeðdeild fyrir 10 árum. Hún kom þaðan í góðu jafnvægi og dreif sig að klára stúdentinn. Allt í einu fór námið að ganga mjög vel hjá henni eftir hún fekk tæki og tól til að hjálpa sér. Og vitið það þarf örugglega mikið kjark að drífa sig aftur í skóla og klára námið með megnunum til yngri krökkum. En það gerði hún vel og eftir stúdentsprófið fór hún að læra sjúkraliða. Hún vann við umönnun bæði á Kirkjuhvoli og á Lundi á Hellu og þar var hún vel liðin og naut gamla fólki þess að hafa hann í kringum sig, einhverju sem var alltaf til í að drífa í að gera eitthvað. Hún kunni því líka vel að vinna við umönnun.
Eins má nefna það, núna í haust fór hann í förðunarskóla í Reykjavík og stemdi jafnvel á frekara nám á 9 ári og fá að búa áfram hjá Árna frænda sínum í Reykjavík. Ragnheiður naut sín sennilega hvergi betur en úti í náttúrunni. Hún fór 2 ferðir á fjall á Rangárvallarafrétt og það voru sérstaklega skemmtilega ferðir fyrir hana og alla þá sem voru í kringum hana. Ragnheiður var náttúrubarn og hestamaður. Framúrskarandi hestamaður. Og eins og þið vitið, þá voru sumir hestar aldrei betri eða þegar hún sat þá. Og hún vildi vera á orku miklum hestum. Henni tókst að rækta 2 hross sem fengu við 9 fyrir hæfileika, Arion og Spá frá Eystra-Fróðholti, unnu sína flokka á landsmóti 2012. Þessum árangri hafa örfáir Íslendingar náð og restina þeim remst við að það alla tíð og aldrei tekist. Henni gekk vel á brautinni og var oft í efstu sætum í þeim keppnum sem hún tók þátt í, hvort sem það var barna, unglingaflokkur eða fullorðinsflokkur. Hún hafði í raun sérstakt skilningavit þegar kom að hestum og vissi upp á hár hverra gerðar hesturinn var. Hún þurfti ekkit endilega að hafa mikið fyrir þessu. En hún var líka mikil businesskona þegar kom að hestum og gekk vist vel að selja þá og gat þannig komið fótunum vel undir sig og var búin að byggja sér hús á Hvolsvelli sem hún leigði svo út sjálf businesskonan. Ragnheiði þótti óbáslega vænt fólkið sitt. Hún átti kannski stundum svolítið erfitt með að sýna það á hverjum degi. En hún var svo sannarlega hjartahlý og góð og þannig minnumst við hennar. Já, ég vona svo sannarlega að við getum minnst hennar með gleði. Þannig hún ljóslifandi fyrir ykkur, falleg og heilbrigð. Og við reynt að gera það með að rifja upp ófáar skemmtilegar sögur. Og ég veit að það til miklu fleiri skemmtilegar sem þið verið duglega að rifja upp með hvort öðru. En þið vitið samt að lífið var ekki alltaf eintómur dans á rósum hjá Ragnheiði. Hún þurfti að glíma við erfið andleg veikindi. Það var langerfiðast fyrir hana og þau ykkar sem stóðu henni næst. Hún gat alveg látið finna fyrir sér og suma daga var hún langt leitt í veikindum sínum. Það erfitt að reyna að útskýra það fyrir þeim sem hafa ekki upplifað slík veikindi, hversu langt fólk getur farið niður í vanlíðan og á móti hversu hátt hægt að fara og þannig var líf hennar Ragnheiðar. Hún átti erfiða daga en hún átti líka dásamlega daga þar sem henni leið vel, þar sem hún naut sín best. Þannig ætlum við að minnast hennar. Er það ekki? Ragnheiður hvatti þennan heim í hræðilegu slysi aðfarnótt gamlársdags. Þið syrgið hana öll hér í dag og sjáið á eftir henni. En við trúum því að hún sé á góðum stað og hafi öðlast hugarró. Þetta líf okkar hér á jörðinni stór og merkileg gjöf og það svo margt í þessu lífi sem við getum dregið lærdóm af. Nýtum þann tíma sem við höfum til að vera þar sem okkur líður vel, með þeim sem veita okkur gleði og hamingju. Ekki vera að eyða tímanum þar sem skiptir ekki máli og lætur okkur ekki líða vel. Spáum ekkert endilega mikið það sem öðrum finnst. Við skulum reyna eftir fremsta megni að skapa okkar eigin hamingju. Þegar við lítum yfir líf Ragnheiðar, þá svo margt sem við getum tekið okkur til fyrirmyndar í. Höfum gaman í kringum okkur. Leggjum stund á það sem við gerum vel og fáum fólkið okkar með okkur til að gera eitthvað skemmtilegt. Njótum lífsins meðan dagur og horfum björtum augum áfram. Í þeirri trú kveðjum við Ragnheiði með virðingu og þökk. Við fögnum yfir farsælu lífi hennar og störfum og biðjum henni Guðs blessunar alla eilífð. Að lokum hefur við beðið að koma því á framfæri að athöfn hér í kirkjunni lokinni ykkur öllum boðið að koma að þiggja veitingar á Hótel Vík. Ég bið þess að þið sýnið aðstandendum og fjölskyldu Ragnheiðar þá virðingu og þann heiður að þiggja það boð. Í loka athafnar verður kista hennar sett fyrir utan kirkjudyrnar. Þar gefst ykkur öllum kostur á að signa yfir og kveðja. Eftir það munu nánustu aðstandendur fara út í garðinn þar sem Ragnheiður verði jarðsett. Guð geymi minningu hennar Ragnheiðar Hundar og blessi ástvini hennar og samferða fólk. Guð blessi hana og Guð blessi ykkur öll. Í Jesú nafni. Amen. Þú kveiktir von
Við skulum biðja saman. Lífsins Guð, vertu okkur nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin svo að við studd náð þinni hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað okkur til. Blessa okkur öll í lífi og dauða. Blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og láta þær bera vitni okkur til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst okkur Ragnheiði. Við felum þér hana og framtíð okkar allra. Veit henni þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Bænir okkar felum við þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Rísa á fætur sem treysti ykkur til. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú segir: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Ragnheiður, af jörðu ertu komin. Af jörðu skaltu aftur verða og af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit Ragnheiður Drottin þín eilífu hvíld og láti þetta eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Sól í grunn
Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Lyftir nakkar, hvessir blá og hringar reykinn makka.
laxinn flaksast til, runni, syngur, söng og skemmtilegri sóast við. En læk nú snöggtin,